Komið blessuð og sæl. Gestur okkar að þessu sinni hérna í Hvítum máfum maður sem kominn á aldur, kominn áttrætt, hefur kennt mörgum tónlist og meira til. Birgir Helgason heitir hann, nú á heiðrakappann í tilefni af því að hann hefur stundað tónlist í áratugi. Og ég ætla aðeins að spjalla við hann svona lífið og tilveruna, hvernig það var að vera strákur í sveitinni í gamla daga. Birgir Helgason, vertu velkominn. Takk fyrir. Gaman að sjá þig hér. Við skulum bara byrja því að segja að þú kendir mér í tónlist í gamla daga. Já. Og enn syngurðu? Já, svona heldur betur. Já, hvað ertu gamall þegar þú byrjar að kenna? Ég er 25 ára. Og varstu þá nýkominn í skóla bara? Já, bara strax sko. Úr kennaraskólanum? Já, og byrjaði strax haustið 59 sko. 59. Og hvar? Brekkur, eða Bændaskóla Akureyrar. Já. Varstu alla þína kennslutíð þar? Já. Já. Þegar ég kláraði námið, þá var mér boðið sko, ég myndi Flensborgarskóli og einhverju T-skólar og Austjöfum og svo vantaði við Bændaskólann eftir að Björgvin Jörgensson slasaðist. Já. Einhver sagði nú við maður, þú skalt ekki gera þetta, enginn verið spámaður í sínu föðurlandi. Já. Ég svo það voru til þess að ég fór hingað. Já. Enda náttúrulega uppalinn hér og... Ertu frá Akureyri? Já. Já, þannig að þú hefur bara alltaf verið á þessu svæði? Já. Aldrei langað til að fara eitthvað annað? Nei. Af hverju? Já, ég veit það, ég hef kunnað svona verið mig. Já. Nei, ég hef verið alveg... Ég fæddist í Munkaþverárstræti 2, þar sem Víkingur bjóst átta heima. Já, og því horni? Já, og flutti svo 13 vikna inn í Aðalstræti, með móður minni, sko. 13 vikna gamall inn í Aðalstræti. Já. Númer? 32. Þar sem að þær bjuggu saman vinkonurnar. Já. Heyrðu, og náðu báðar 100 ára aldrei, eða ekki? Já. Mamma var sko 106 og Kristín líklega 102 eitthvað, ég ekki alveg... Já. Bjóstu alltaf einn með móðuðinni? Já, alveg fram að 22 ára aldrei, sko. Já. Og þá þarna innfrá, eða? Já. Hún var alltaf sína tíð þarna, þangað til hún fór á Hlíð, sko. Já, þá voru hún orðin 103 ára eða eitthvað. Já. Hvernig að eiga móður sem nær því að verða 100 ára? Já, það er svona. Stundum sagði hún við mig sko, þegar ég mundi ekki eitthvað, hún allklár í kollinum. Já. Og hún fór að tala um eitthvað og ég mundi það ekki. Og þá sagði hún við mig, hvernig er þetta með þig maður? Þú bara manst ekkert. Já. Hvað hét mamma þín? Jóhanna Jónsdóttir. Já. Hvaðan var hún? Hún var frá Illugastöðum í Hnauskárdal. Já. Og ammanna hétu Jóna, var dóttir Jóns Ríka á Mýri. Já. Þetta er einhverju sko áratugum eða hundruðum aftur í tíman. Já. En þekkirðu þá vel til í Hnauskárdal? Ég? Já. Framdalinn sérstaklega, sko, já. Ég var þarna á Snæbjarnarstöðum í sveit, sem var fremst í bærinn. Snæbjarnarstöðum? Já. Hann stóð, sko, nokkuð veginn beint á móti Söllastöðum. Já, svona innanlega? Já, það standa nú eftir einhverja rústir og... Já, það er engin búskapur í dag? Nei, langt síðan það fór. Og varst í sveit þar? Þar var ég í sveit. Og hvaða fólk stjórnaði þar? Það var Jón Ólafsson og Guðrún Árnadóttir, og sonur þeirra Ólafur Þorsteinn. En þú, Birgir, sko, sendi þá mamma þín bara í sveit á sumrin? Nei, ég fór með henni
ætlaði ekki verið 30 ára þegar ég fór með henni. Hún var svona í kaupamennsku og árið eftir fór hún líka, ég var þá 4 ára, en eftir það fór ég það bara einn. Já, og til þess að vera í sveitinni sumar? Já, og fekk alltaf að fara úr skólanum sko, fyrir Sauðburð og ekki að koma í skólan aftur fyrir eftir þessi göngur. Já, það voru sumir sem að fengu það. Já, það finnst það eitthvað. En fannst þið gaman að vera í sveitinni? Já, mjög svo. Af hverju varstu ekki bóndi? Ég veit það ekki. Það er ekki vanta peninga og kannski vit. Já, en heldur að það hafi, sko, var það svona áhugasvið? Hefurðu alveg verið til í það? Já, ég hef alveg verið til í það, sko. Já. Þetta var ákveðlega sérkennilegt þarna. Það var þessi gömlu hjón og sonur þeirra sem var nú komin á aldur svona. Já. Og annað fólk var ekki þarna nema það var jú 1 eða 2 sem voru þetta vinnukonur sem komu. Og annars var þetta semst engin krakki. Nú, það var þarna hundur og köttur og þau sá aldrei annan hund eða kött. Já. 1 kýr út á túni, 2 hestar og svo nokkrar geitur. Nokkrar geitur? Já. Ekki sauðfé? Jú, sauðfé, náttúrulega það nú, já, ég var bara út við öll. Já, en þetta var það sem var heima við? Já, þetta var það sem var heima við. Þótti þetta, Birgir, svona, þótti þetta nóg? Já, ég held að það hafi alveg haft nóg fyrir sig, sko. Já. Hvað varstu að láta gera? Ég var nú fór með laufugömlu beljun út á tún og rak svo geiturnar út fyrir girðingu og svo bara svona smátteri og... Já, en þú hafðir engan krakka til að leika? Nei. Og þess vegna var það að við fórum að leika okkur saman bara, ég og hundurinn og kötturinn, sko. Já. Vorum í eldingaleikjum. Svo var ég með, gróf ég svona niður í hól, hús, fjárhús og hlaða. Og með ég var að þetta, sko, þá lágu þau við hliðin á mér, hundurinn og kötturinn og horfði á. Alveg furðulega. Svo fór ég með að spotta þarna upp á hól til að reyta gras og kötturinn og hundurinn komu eftir, skrúðganga. Og síðan bætti hegi í snæri og setti það svo yfir bakið á þeim, sko. Og léstu þau bera það heim? Já. Og svo labbuðu þau eftir mér niður. Mamma sagði að þetta hafi verið alveg svo leiðis. Eða fólkið þetta brandar að sjá þetta, sko. Já, Birgir, þarna hefur þú aleinn þurft að sjá eða hafa ofana fyrir? Já. Ég gerði það, sko. Svo var nú þegar hundinum Aka leiddist nú þetta svona dundur allt saman, þá tók hann sér til og hljóp hringið kringum túnið. Það var eiginlega merkið það að nú skildum við hætta þessu dundi og fara eitthvað að leika okkur betur. Já. Og það voru feluleiki. Og þú mást þetta var bundið í bagga, sko. Já. Og svo voru baggastæðirnir á túninu og svona, sko, holrúm undir millið þeirra. Já. Þetta var ógulega gaman, þá skriðum við, sko, undir baggan einhvers staðar, hringnum. Og svo að við hittustum, þá var bara burt. Og byrjaði á nýja leik. Þetta er alveg yndið. En þú sjálf, Birgir, heldur að þetta þýddi að bjóða börnum í dag? Ég veit það ekki, ég efast það, sko. Já. Þetta var svona, þetta var svo dýrum og svo náinn manni. En Birgir, í hvað skóla gekkstu á þessum tíma? Barnaskóla Akureyrar. Barnaskóla Akureyrar? Já. Og hverjir kenndu þér? Það var eiginlega aðallega Örn Snorrason. Já. Systur hans skrif eitthvað inn í, hann fór eitthvað í nám. Þetta var kallaði Arnarungarnir. Já. Og svo áframhald eftir barnaskóla, í hvað skóla fórstu þá? Þá fór ég í mennskólann. Já. Og síðan tók svolítið hlé og svo fór ég í kennaraskólann. Já. Og lauk þaðan prófið 59 vorið og byrjaði í barnaskóla Akureyrar
haustið. Sko þurftir þá að taka kennarapróf og síðan tónlistarkennarapróf eða? Þetta var saman bara. Já. Sko, þú ætlaðir alltaf að fara í þetta? Já, ég ætlaði að fara í þetta en hérna, þetta var eiginlega þannig að maður fékk, ég man ekki hvað mikið hlut það var sem að ég mátti kenna almenna kennslu eins og það var eitthvað svona. En svo kendi hana náttúrulega alveg jafnt við hitt í skólanum. Já. Hvað varst að kenna með í tónlistinni? Það var allt mögulegt, bara landafræði og reikning og bara svona og lestur. En sko, hvað var mikið tónlistarkennslu á þessum tíma þegar þú byrjar? Hvað voru sko, var þetta mjög, fóru allir í tónlistarkennslu eða? Í skólanum? Já, það voru nú fyrst, voru það bara líklega 4., 5. og 6. bekkur. Já. Var búið að setja þetta, sko var þetta í lögum orðið í skólanum? Já. Að það yrði tónlistarkennsla? Já, það var það sko. En þetta var ekki vel að þessu búi náttúrulega. Nei. Það var engin borð, maður reyna að kenna þeim nótnaskrift og það voru engin borð, sko þetta var eiginlega ekki hægt, þú gátt ekki skrifa, svo ég fann nú það var svona litlir pallar notaði til að láta kórið standa á. Og ég var farin að taka það og þau höfðu á hjánum og reyndi að skrifa á það. Já. Þetta var nú svona. En þetta náttúrulega það var engin aðbúnaður fyrir tónlistarkennslu. Nei, það var það ekki sko. Var þá ekki litið á tónlistarkennslu sem svona? Þetta var svona, nei, einhvern veginn var þetta eins og var, að mér fannst svolítið útundan á þessum tíma. Og af hverju? Var ekki vont fyrir því? Þetta var ekki nauðsyn, sko, það væri svona, sko. En hvað myndirðu segja í dag? Er þetta nauðsyn? Já, ég myndi segja að vera nauðsyn. Já, en þetta er eiginlega skelfilegt, sko, ég var að lesa það einhvers staðar að það eru kennt tónmenn bara í 2 barnaskólum hérna, grunnskólum á Akureyri. Brekkuskóla held ég að verið og Naustaskóla? Já, ég held að verið þeir 2. Og er þetta þá detta út aftur? Já, ég veit að einhvern veginn ég held að þetta væri að glæðast nefnilega. En nú náttúrulega ég held að vanti bara mannskap í að kenna þetta. Sko. Já, en sko nú náttúrulega Birgir, sko, aðgangur ungs fólks að tónlist náttúrulega nánast ótakmarkaður. Já. Og það væri ekki gaman að geta kennt þeim með einhvern grunn í sambandi við þetta? Jú, það nú það, sko. Verður ekki að byrja að kenna aftur bara? Nei, held ég ekki. Varstu búinn að fá nóg? Já, ég held það nú, sko. Ég var nú þarna, endist nú ekki 40 ár, ég var 39 ár þarna. 39 ár við þetta? Já, og það var, svo var ég í svo mörgu öðru, sko. Ég náttúrulega, og þetta vinnutími var langur, maður byrjaði á mótnana, vísu var ekki fyrir 9 líklega þá, og bara gjökta við þetta fram til 4, 5, og þá átti að vera kóræfingar, og svo var ég með blokkflautukennslu og melodíkukennslu, og svo var ég með, hljómsveitir í gangi með þessu öllu. Maður kom aldrei heim fyrir kvöldmat, fyrsta lagi. Já. Svona sko. Þetta var allt sett aftur fyrir. Já, þegar vinnudegi var rauninni lokið. Já, og krakkarnir var alltaf dauðuppgefin. Já. Og vildu komast bara heim. Það var nú oft líflegt, það ekki í tímum hjá þér? Jú, það var nú, það er náttúrulega maður lendi stundum erfiðleikum. Já. En það voru náttúrulega fleiri. En manstu, sko, þegar þú hugsaði tilbaka yfir allan þennan tíma, manstu eftir einhverjum sem þú varst að kenna sem eru sko mikli tónlistamenn í dag? Já, það var allir. Já, við hittum Atla Örvarsson, Já, það er þetta þarna Kristján Jóhannsson. Já. Hann var hjá mér í kóru. Já. Það er 10 ár. Já. Og En Birgir, sko, varðandi tónlistarkennslu, maður er ofta að velta fyrir sig bara sem kennslu almennt, en gildi þess að kenna tónlist? Hvernig meturðu það? Ég veit ekki, mér finnst tónlist gera svo mikið, sko. Þetta er náttúrulega, þegar kannski misjafnlega í menna, mér finnst það voðalega, sko,
bara gagnlegt og notalegt að hlusta á góða músík í ró og næði. Já. Maður svona slappar af og verður ánægður. Já. Og kemur manni til að hugsa oft þessa hluti. Já. Ég held að þessi, ég veit ekki hvað ég var að segja, ég held að þessi alveg ómetanlegt sko að kunna meta músík og læra eitthvað í henni. Sko. Já, sko, getur þú ímyndað þér hvernig þú væri ef þú hefðir ekki neitt áhuga á tónlist? Nei, það get ég ekki. Hvað verður að gera þá? Ég ekki grafa skurði bara. Já. Nei, en á hvað hljóðfæri lærðir þú? Ég lærði á, skal ég segja, þegar byrjaði nú eiginlega lærdóminn. Það var á harmoníu sem var á bænum þarna á Stefniðarstöðum. Já. Þá var ég bara fyrir smáparti, 7-8 ára eitthvað. Varstu þá að reyna sjálfur bara eða? Já, og Steini, hann var organist í Kaupmannskirkju, nei, hérna í Llögustæðakirkju. Já. Og hann hjálpaði með nótur. Því ég man eftir því að ég var ekki mjög gamall, þá kom þetta gánamenn, sko. Oddur apótekari, Jón Gesson, læknir, pabbi minn og svona. Það var svona svolítið í skál. Já. Og þá komaður og ég spilaði undir fyrir þá. Og ég með þegar spilaði Sævar á Sölum. Og komst gegnum það úr ærbókinni. Já. Já, já. Og svo fór ég, þegar ég var heima á veturna, þá hljóp ég á Sverrir Jóns Sigurgeirssonar Helduvaði. Já. Hann átti hljóðfæri og þar fékk ég að æfa mig svolítið. Já. Og smá leiðsögn svona með. Og svo keypti nú mamma orgel handa mér. Ég held ekki verið 12 ára. Þá byrjaði ég á Ásgeiri Jónssyni. Já. Var þar ég held ekki um 1 vetur og síðan fór ég í tónlistarskóla hjá Jakob. Tryggvasyni? Já. Já. Og var þar í nokkur ár, sko. Sko, var það bara áhuginn þinn í upphafi sem stráks? Já. Og þarna í sveitinni sem að var til þess að þú fórst í þetta? Já. Fékkstu einhverja hvatningu? Gat mamma þín hjálpaði þér eitthvað? Hvatti hún þig í þetta? Já. Hún gerði allt til þess og keypti þetta orgel manni og hérna ábyggilegt erfitt með að borga það, sko. Já. En þetta gerði hún það. Því að hún hafði nú ekki mikla tekjur, var verkakona. Já. Og þegar ég, sko. En þannig að þú sko stendir að því að vera frekar tónlistarkennari heldur eins og maður segir almennukennari. Já, ég held það, sko. Ég held ég megi segja það. Ég fór í þetta. En var svo náttúrulega svona þegar ég kom í þetta fyrir svolítið vonbrigði, sko, með aðstöðu. Já. En svo var þetta, sko, Hannes Jón Magnússon var nú skólastjóri fyrst þegar ég kom. Já. En hérna, og eftir hann kom svo Tryggvi Þorsteinsson og hann gerði allt sem hægt var að gera til að líka þetta við. Já. Hann skaffaði það sem vantaði og ég fikk að kaupa heilmikið af hljóðfærum, krökkum, klukkuspilum og tréspilum og ýmsu. Og hérna sýndi þessu mikinn áhuga, sko. Já. Og ég held ég hafi verið með 3 tíma í kórstarf. Ég byrjaði nú strax á því þegar ég kom þetta. Og svo eitthvað 2 árum seinna þá voru búin að bæta með 3 viðbót. Já. Og ég spurði hann að þessu, hvað þetta þýða? Ég bara sé það að þú vinnur þetta þegar þá áttu bara að fá það að borga. Já. Nei, ég sko man nú eftir þessu þegar ég var í tímum hjá þér sem krakki, sko, að þú varst að láta okkur berja svona einhverja kubba sem gáfu hljóð og einhverja bjöllur og eitthvað þess aftur og svo áttum við að slá í taktinn og eitthvað svona. Já, þetta var þannig, það var enginn sem var að spila á neitt neinn borð eða lúðra eða neitt þess aftur. Nei, ekki svoleiðis, sko. Nei. Það var ekki fyrir en að ég var þarna með hljómsveit, sko, sem spiluði á þessi smá hljóðfæri og svo fékk ég krakk úr tónlistarskólanum bara, til dæmis píanó og gítar og flautu. Og svo var þarna fiðlukennari tíma þýskur. Hún slóst í ferð og kom með fiðl og svo kom hljómsveit. Þetta var gaman þessu. Já. En maður er að velta því fyrir sér einmitt, sko, hvað músík getur gefið manni, eins og varum að tala, sko. Já. Hlustarðu á músík heima? Já, ég ger það. Hlustarðu á, sko, ertu með geisladiska eða plötur eða? Ég hef geisladiska. Þú með geisladiska? Uppáhaldsmúsíkin, hver er hún?
slærði mig alveg út. Já. Nú slærði mig alveg, ég hef gaman að svo mörgu, sko. Mozart nú afskrifaður. Já. Bach. Já, já. Og fleiri svo hef ég gaman líka, eins og Glenn Miller og já, svona big band og svo sveitamúsík. Og sveitamúsík? Já. Countrymúsík? Já. Nei, já. Já, ég hef gaman henni. Já. Hvernig fannst þér, Birgir, þegar þú ert að kenna og sko Beatlemúsíkin fer að koma inn? Já. Hvað fannst þér það? Ég veistu það, ég var aldrei sérstaklega hrifinn af því. Nei. Ég kann ekki meira með það núna þegar ég var aldrei á kafi í klassískri, sko, músík, dálítið mikið hlustað á hana á þessum tíma og var þá að því eftir að ég byrjaði í skólan, sko, þá var ég í orgeltímum hjá Jakob í 2 ár og ég finnst að ég hefði ekkert sérstaklega áhuga á þeim. Hvernig finnst þér rapp? Ég veit ekki, ég veit ekki, ég veit ekki hvers, mér finnst þetta bara allt í lagi með mig, ég bara gera það sem finnst. Og mörgum finnst gaman að þessu, það er alveg sem, sumir hafa gaman að klassísku músík, hver öðru, þeir bara. En svo hefur þú samið töluvert mikið af músík? Já, dálítið. Já, hvenær byrjar á því? Ég man nú ekki eftir, ég var nú eitthvað að gutta við þetta bara svona ungur, sko, en ég man eftir einu lagi, ég hef nú verið líklega ólíkur 13, 14, 15 ára, það var nú eina lagi sem að ég man, ég skrifaði það niður og notaði reynda seinna í söngleik sem ég gerði. Já. En sko, nú á að fara að heiðra þig fyrir framlag til tónlistar á Akureyri. Hvað á að gera þar? Sko, þar verða 4 kórar sem að syngja 3 lög hver. Eftir þig? Já, allt eftir mig. Og svo, ég er ekki bara alveg klár þessu, svo syngja allir kórarnir saman, skilst mér, 4 lög. Svo var það 2 tvísöngslög og 2 einsöngslög. Verður einhver tónlist, ég meina hljómsveit undir? Nei, orgel bara og píanó. Já. Og hvar á að halda þetta? Kirkjunni. Í kirkjunni, já. Ertu ekki glaður með það að menn vilji heiðra framlag þitt til tónlistarinnar? Mjög gaman. Já. Já, gaman því. Þannig að þú drífur því spariföttin og... Já, ég geri það. Er það ekki? Jú. Já, ég trúi því. Og setur bindi. Já, setur bindi. Nei, þetta svona... Nei, ég hef verið voðalega lélegur að koma á framfæri, sko. Já, af hverju það? Já, ég einhvern veginn... Ef það ekki í mér að vera að bjóða þetta. Ertu hógvær maður? Já, kannski mér svo að þessu leyti. Ég hef, eins og ég segi, aldrei neitt verið að biðja neitt að syngja þetta eða hitt eftir mig, sko. Já. Fjölskylda þín, Birgir? Fyrir konan minn dó, sko, fyrir nokkrum árum. Já. Við áttum 3 börn og seinni kona dó fyrir ári. Já. Við áttum eina stúlku. Já. Svo ég er bara einn í kotinu. Þú ert einn í kotinu? Já. En eru börnin hérna einhverstaðar í kringun? Já, 3 einir út í Svíþjóð. Já. Út í Svíþjóð? Hefur heimsótt hana þangað? Nei. Af hverju ekki? Já, það átti að verða, þá var konan hún svo veik að ég þurftum okkur ekki. Já. Hún er búin að koma til þess, sko. Já. Hvernig líða dagarnir hjá þér? Ég er við tölvuna í nótnaskrift og... Ertu að skrifa músík hérna? Já, svolítið. Og útsetja. Já. Bæði fyrir sjálf og mjög aðra, sko. Já. Er ekki gott að hafa eitthvað svona? Alveg nauðsynlegt, sko. Ertu góður á tölvu? Ég fékk nú, keypti mér nú nýtt Sibeliusar forrit. Já. Ég er númer 7. Það er talsveit mikið öðruvísi heldur en ég átti og ég er nú ekki enn búinn að ná alveg tökum á þessu. Nei. Ég þarf bara að fá einhvern góðan mann heim og setja mig inn í þetta. Já. Ég get skrifað þetta niður svona, sko. Það er lítið meira. Já. Birgir, ég spurði hvort þú myndi geta komið með einhvern lítinn hlut svona með þér. Komstu með eitthvað? Ég kom með kött. Kött? Já. Maður sjá. Einegðan og hópbrotinn.
Þetta fekk ég í sumargjöf frá mömmu minni þegar ég var 8 ára. Ég trúi því. Já. Og ég hef heldur alltaf upp á hann er upp á hillu hjá mér. Já, ég meina það er full ástæða til þess. Já. Veistu hvar hún keypti hann? Nei, ég veit það nú ekki. Skýrður hann eitthvað? Nei, ég veit það ekki. Ég hef ekki. Þannig að þú átt þennan fallega kött sem hefur fengist í einhverju búð. Ég skýrði það nefnilega, ég maður það núna. Ég skýrði það hring. Já. En þú músíkin þitt líf og endi. Já. Og það á að heiðra þig. Ég óska til hamingju með það. Þakka þér fyrir. Og nú ætla ég að taka mynd af þig og Já. Já, Birgir minn, nú skulum við sjá hvað kemur út úr þessu hjá okkur. Já, þetta kemur Er þetta ljómandi? Ljómandi, þetta er meira en það. Já, gott. Þetta er meira en það. Birgir minn, þakka þér kærlega fyrir spjallið. Þakka þér sjálfum. Blessaður. Blessaður.